Það tvennt sem ég langar að segja. Þetta ótrúlega margt sem ég langar að segja. Ég hugleiddi ekki í dag hvað ég ætti af hverju ég ætti að spyrja hvað þetta ganga fyrir. Í fyrsta lagi þá langar mér til þess að lýsa áhyggjum mínum og mínar mestu áhyggjur eru af fjölmiðlum. Fjölmiðlar hafa staðið sig alveg rosalega illa síðustu ár. Þeir hafa kynnt sér mál afskaplega lítið og þeir hafa unnið þar sem að þeir ekki henta á skoðanir. Nú hef ég af því mjög miklar áhyggjur. Það er búið að vera ástand sem hefur verið kallað þöggun með leiðisvitorð. Í mínum huga heitir þetta andlegt ofbeldi. Og ég ætla bara að vekja athygli á því að á laugardagskvöldi var. Það hefur verið mótmæli hérna niðri í bæ. Það hefur ekki verið til siðs í þessu landa mótmæla. Það voru fluttar fréttir af því í ríkisfjölmiðlum sjónvarpi. Það var 5. frétt. Sá sem var á vakt hjá ríkissjónvarpinu tekur sér það vald og ákveður það að það skiptir svo litlu máli að segja skoðanir sínar að það er 5. frétt. Önnur frétt á laugardagskvöldi í ríkissjónvarpinu var óeirðir í Danmörku, mótmæli þar til að mótmæla bágri stöðu flóttamanna þar. Þetta er það fyrsta og ég ætla að biðja ykkur öllum að fylgjast með. Ég hef reyndar heyrt sagt frá því að það sé búið að tala við stjórnendur fjölmiðlanna að halda okkur í skefjum. Svo er hérna annað mál sem að ég hef líka staðið í og virkilega orðin hrædd við að standa inn í. Það vil þannig til að ég hef verið sjúklingur og það hefur verið erfitt að segja sína skoðanir af því maður fær á sig stopp. Ég hef talað við alþingismenn. Ég hef ruddist inn í fjármálaeftirlitið. Ég hef búin að fara á alla fjölmiðla með þetta mál. Ég hef búin að tala við lögfræðiprófessor og það segja allir í þessu landi hvað þetta er bara svona, með að segja þingmennir okkar. Og nú vil ég fá það hérna fyrir framan mig og ég vil fá það til að svara með já eða nei hvort þeir ætla að gera eitthvað í þessu. Þannig er að innheimtustofnanirna í þessu landi, þær eru enn að. Við erum ekki að tala um fortíðina, við erum ekki að tala um það sem gerist í gær. Intrum til að mynda tekur að sér að búa til kröfur á ungt fólk sem ekki vil skilja vídeóspólum á réttum tíma því að sagt er fær ekki kvittanir, þetta virkar smámál og það verður engin fjölmiðill í landinu vilja taka það. Það er búna til kröfur, það eru hvergi til pappírar, mál eru þingfest og fólk er dæmt, ungt, ófjárráða fólk er dæmt og fyrir 5 ára vanskilaskrá hjá Lánstrausti. Það spyr ég ykkur þingmenn, vil ég segja já eða nei, ætlið að gera eitthvað í þessu. Takk fyrir þetta hérna. Hjörtur Hjartarson heiti ég. Það er ekki bara gengi íslensku krónunar sem hefur hrunið, það er gengi íslenskra stjórnmálamanna hefur líka hrunið. Það hefur sennilega ekki verið lægra frá því að Alþingi var endurreist. Og ég vil þess vegna gefa þingmönnum sem hér eru gott ráð og biðja um að koma þau til skila. Það er að afnema það sem kallað hefur verið eftirlaunósómi. Ekki með neinu hálfkáki, ekki með neinu smjörklípu, heldur með því að endurflytja frumvarp Valgerðar Bjarnadóttur og leggja það fyrir þingið svo við sjáum hvaða stjórnmálamenn vilja sitja til borðs með okkur og hverjir geta ekki hugsað sér það. Takk fyrir. Góðan daginn, ég heiti Eiríkur Stefánsson. Ég hef nú lagt áherslu á það að ætti að gefa alþingismönnum sem allra styðstan tíma hér en fólkinu sem lengstan tíma. Þeir munu bulla hér eins og eru vanir að gera og tala ekki neitt. Við verðum mikið aðeins. Enginn grætur Íslanding einan sér og dáinn. Þegar stjórnmálamenn eru komnir í kring, kissir torfa náinn. Mér er þetta mátulegt, mátti vel til haga, hefði ég betur útrásarfustana þekkt sem harma ég alla daga. Þeir stálu SR-mjöl, þeir stálu Landsbankanum, þeir stálu Búnaðarbankanum, þeir stálu ríkiseignum á Keflavíkurflugvelli, þeir stálu Vís, þeir stálu áburðarverksmiðju ríkisins,
Þeir stálu sementsverksmiðju ríkisins, en það versta sem þeir gerðu og stærsti glæpur sem framinn hefur í Evrópu allri var þegar þeir stálu fisk og auðlindina allir saman og gáfu hana til fárra auðkýfinga sem hafa selt hana, leigt hana og gráðinni niðurst á saklausu fólki sem ekki hefur getað bjargað sér nema að fá fisk og þeir hafa verið látnir borga 230 kr. Fyrir kílóið, þeir sem hafa verið að leigja af þeim. Krafan okkar er sú að þessa fundar að þetta verði nú þegar tekið af útgerðarmönnum. Eina leiðin fyrir okkur til að borga þessar skuldir upp sem er verið að setja yfir okkur er að kvótinn komi til fólksins aftur, ríkið leigir hann út yfir frjálsan markað og leigutekjurnar komi í vasann hjá ríkinu til að borga niður skuldir en ekki vasa útgerðargargana sem eru sömu helviti þjófarnir og stálu öllum olíuauðlindunum þegar Jeltsin var við völd í Rússlandi, en þeim hefur nú náðst að ná þeim tilbaka aftur. Hugsið ykkur sendiráðin, öryggisráðin, tónlistarhúsið. Það er hringlega í skartleiku þessara auðmanna. Forseti Íslands ferðast með þeim, stjórnmálamenn ferðast með þeim. Þotur, þyrlur og snekkjur, afmæli með Tom Jones og Elton John, brúðkaup sem eigi ekki sinn líka. Þeir flytja stórkostlega afhverfiskott rossíur með einkaflugvél til Íslands til þess að keyra sér heim úr kirkjunni. Þegar sumt fólk hefur gegn á að gifta sig. Þeir eiga bankana og fjölmiðlana. Fjölmiðlarnir sviku þjóðina þegar þeir létu útgerðarmennina stela kvótanum. Og hér eru þingmenninni. Ef þeir ber ekki ábyrgð á því að skila kvótanum tilbaka, þá þurfa að taka það frá völdum ekki með atkvæðagreiðslu. Það gengur aldrei upp, því að klíkurnar í stjórnmálaflokkunum skipa alla listana. Það þarf einhverja aðrar aðferðir til að taka svona menn frá völdum. Það er stutt í lokin, af því að sjálfstæðismenn bera alla ábyrgð síðustu 20 ár. Og auðvitað í Framsóknarflokknum líka. Bjarni Benediktsson sem var forsætisráðherra, sjálfstæðismaður, sagði. Jæja félagi, tíminn, takk fyrir kæla, það var góðið mál. Ég heiti Héðinn, sælverði. Mér þykir rosalega vænt að hér er fólk farið að vinna saman. Við horfumst nú fram fyrir að þurfa að takast á gífurlegar byrðar. Og við verðum að gera það með því að nýta okkur reynslu þess fólk sem hefur komið undan okkur. Það er ennþá til fólk í landinu sem man eftir því þegar hér var kreppa síðast. Og það tókst á við það með því að bindast samtakamætti, fara í verkföll, fara og mynda verkalýðsfélög sem gátu barist fyrir þeirra hagsmunum svo það væru ekki bara stóreignamennirnir og þeirra hagsmunir sem gildu. Ég vil bara leggja það til við nýkjörinn forseta ASÍ að hann taki að sér og verkalýðshreyfingin öll að mynda hér vaxtagreiðslufélag. Þannig að við getum farið í vaxtagreiðslufall og lagt niður greiðslur og samið. Því meðan að við höfum bara okkar eigin skuldir að semjum, þá munum við alltaf verða undir. Ekki fyrir við getum farið að semja. Af því nú verða að semja skuldirnar hjá stóra fólkinu. Okkur vantar einhver samtök sem geta samið það hvort við ætlum að borga og þá hvað mikið.